Já, veriði velkomnir áhorfendur góðir og veriði velkomin hér í KA TV. Hér erum við að fara að hefja útsendingu frá vonandi hörkuleik hér í Kjörisbikar kvenna hér í Blakinu. Loksins komið að því að bikarinn byrji. Þróttur Nes mættu Norður og við fáum, eins og segi, vonandi hörkuleik. KA ætla ríkjandi bikarmeistarar eftir að eru bikarmeistarar árið 2019. Það var engin bikarmeistari í fyrra, þannig að þær eru áfram ríkjandi bikarmeistarar og liðið sem vinnur hér í dag fer í bikar úrslita helgina sem er svona eiginlega stóra stundin í Blak heiminum hérna á Íslandi, þannig að það hanga vilja öllu fara. Við skulum fara að byrja að kíkja á lið gestana. Ágúst Stefánsson heiti ég, Stefán Jónsson sér útsendingu og svo verður með mér í lýsingunni Benedikt Rúnar Valtýsson. Þannig að við reynum að hafa þetta eins flott og við getum. Sjáum hérna lið gestana. Númer 1 Sunna Júlía Þórðardóttir, númer 2 Ester Rún Jónsdóttir, númer 3 María Jiménez Gallego, númer 4 Randíður Anna Vigfúsdóttir, númer 5 Heiða Elisabeth Gunnarsdóttir, númer 6 María Eugenia Sadgeras, númer 9 Erla Marín Guðmundsdóttir, númer 11 Vanda Jónasdóttir, númer 12 Anna Karin Marinósdóttir, númer 14 Embla Rós Ingvarsdóttir, númer 15 Matthildur Eik Jónsdóttir og 18 Hrefna Ágústa Marinósdóttir. Þjálfari svo að sjálfsögðu Gonzalo García Rodríguez. Já, Þróttur Nes hefur svo sem hefur alltaf að vinna hér í dag. Flestir sem hefur reiknað með sigri KA-liðsins. En í bikar skiptir deildarstaða engu máli og það getur allt gerst í bikarnum og sjáum hvernig KA-liðið er uppstillt í dag. Það mun koma óvænt nafn hérna eftir númer 1 Sigdís Lind Sigurðardóttir og númer 3 Helena Kristín Gunnarsdóttir. Já, hún er komin aftur í hópinn. Sjáum hversu mikið hún tekur þátt en hún var fyrir erfiðum meiðslum í vetur. En ótrúlegu karakter er komin aftur á völlinn og verður gaman að sjá hvort hún tækir þátt hér í dag. Nýlega byrjuð að sprikla aftur. En númer 4 Heiðrún Júlía Gunnarsdóttir, númer 5 Pála del Olmo Gómez, númer 6 Gíja Guðnarsdóttir, númer 7 Jóna Margrét Arnarsdóttir, númer 9 Ásta Lilja Harðardóttir, númer 10 Lovísa Rut Aðalsteinsdóttir, 11 Amelía Ír Sigurðardóttir, númer 12 Andrea Þorvaldsdóttir, númer 13 Valdís Kapitula Þorvaldsdóttir, númer 14 Heiðbrá Björgvinsdóttir, 16 Mireia Orozco, 17 Hrafnhildur Ásta Njósdóttir og þjálfari svo sjálfsögðu Miguel Mateo Castrillo. Já, þeir alltaf verða klárt hérna í KA-milinu. Fáum eins og segi vonandi spennandi leik. Það vilja öll Blaklið fara í úrslitahelgina. Ótrúlega skemmtileg stemning sem myndast í Dýranesinu yfirlega og alveg klárt mál að stelpurnar ætla sér að verja bikarmeistaratitilinn sem að vannst fyrir 2 ára síðan, engin bikarmeistari fyrra. En vitum það að þetta verður erfið leið. Það þarf lítið út að bregða í bikarnum til þess að allt klikki. Það mátti aldrei tapa leik. Það var bara drauminu búinn. En þetta er að fara af stað hérna hjá okkur. Og það verður spennandi að sjá hvernig þetta spilast. Já, þá bjóðum við Benedikt velkomin í útsendinguna. Blessaður. Gaman að fá þig með. Gott að hafa einn með vitið hérna. Hvernig heldur þetta spilist þér í dag? Þetta verður rosa brekka fyrir Þróttarana, sko. Það er bara þannig. Já, það reikna alltaf flestir með sigri KA en bikar er alltaf bikar. Maður veit aldrei hvað gerist. Já, það verður alltaf einbeitingu. Heldur betur, svona þetta Blak menningi fyrir austan er náttúrulega svakaleg. Já, það er alltaf með samkvæmshæft lið, sko. Það klikkir ekki því. Nei, það er eiginlega ótrúlega virðingavert hvað það er alltaf að smala líka bara í hörku lið það fyrir austan. Og svo sem líka nokkrar af austan í okkar KA-lið í dag. Það við nýttum að skósa því. En fyrsti bolti hérna. Pála og þetta var ekki flókið. Já, afturlínan var ekkert voða með að nótunum hjá gestunum og það var auðvitað til Pálu. Smá stress, fyrsta bolta. Já. En það er kannski máli fyrir KA-liðið að ganga bara strax í málin og ganga frá þessu. Það er að segja ef það er séns strax, gefa hann ekki séns. Já, við viljum ekki fá Þróttarana í gang. Heldur betur.
Kemur Jóna, fyrstu bolti á henni. Góð móttaka og Fín slag. já, og þarna var smá klikk og Jóna nær ekki boltanum. Fínasta vörn, en það er erfitt að ná boltanum þegar hann svona nálægt netinu þegar við spilum hann aftur. Já, Jóna hefði ekki bara átt að mæta bolt að taka bara með fingirslæði þarna en auðvitað verður vitur eftir á. Og hvað fer maður vitingin eftir blag? Jæja, kemur Ester Rún fyrir gestina. Pála, Vel bjargað. já, heldur betur. Og svo frábær hátt hjá Mireju. Þróttarinn voru vel vakandi í vörninu þannig. Já, heldur betur og komum sér svo mjög ágæti stöðu en bara Mireja að loka þessu. Nú komið skemmtilega inn í káaliði, núna í vor. Já, kraftur í henni. Já, ná að berga þessu. Og miskilningu þarna hjá henni Heiðu. Eðlilegt að Auðspilari sækja alltaf þennan bolta, þannig að hún kannski eðlilega beið. Já, Auðspilarinn hefði bara mátt fegur í hann. Já. En er ekki rétt með Heiða en svo ekki vörn að spila líber og ekki yfir það kanti. Jú, og var að spila upp fyrir nokkrum árum. Já. Og kemur svo gott stigðu á Sigdísi. Já, Sigdís komin á blað. En já, þetta svona byrjar allavega mjög vel fyrir káaliði, eins og segir, það svo sem eru sterkari aðeins svona fyrirfram en þurfum alltaf svo að klára þetta. Og kemur fyrsti ásinn, það er Pála til Olmó. Já, það var alveg áhugavert í síðasta leik hjá okkur köllunum að skoruðu engan ás í heilan leik. Nei. Það var alveg ótrúlegt. Stelpur fljótar að kvitta verið það eins og er. Það kemur Mireja og þetta. Jæja, fín vörn þarna. Pála gerir virkilega vel fyrir beint á Jónu og Pála sem bótt enn í leik. Jæja, hvað endar þetta? Sigdís upp á Mireju, Mireja tímasettur það vel og Glæsileg vörn. Þetta er geggja rally, hvar endar þetta? Og fín hávörn, jæja, káalið heldur áfram. Og þetta er enn í leik, þetta er magnað að sjá. Og þessi bolti svo af hávörnuna út og Þróttunes sækir sitt annað stig. Flott stig hérna. Þetta viljum við sjá, bara stórskemmtilegt blak og bæði liða. Já, góð vörn og góðar hávörnir. Það er gaman að horfa á þetta. Heldur betur. Vantaði bara eina góða laumu, fátt sem ég elska með en góða lauma. Já, við sjá það sett í dag. Þróttis beint á Jónu og Jóna hratt uppspila á Sigdísi en nær hann ekki yfir. Og gestinni fá stigið. Já, 2 rauð á gestunum og eins og segi, það er náttúrulega þurfa að hanga í okkur og búa til smá spennu. Já, þannig að segja, pressan kannski er eðlilega aðeins meiri á okkar liði. Já. Og já, þetta var fín hávörn. Það var hún María Eugenia. Þetta var ekki lauma sem við höfum í huga, sko. Nei. Það er alveg öfug lauma. En já, einstigs mundur hérna og gestirnir heldur við að býta frá sér núna. Hörkuboltinn, hann er út. Og við erum í jöfnu leik. Eftir að K.A. hefði skorað 4 stig í röð, þá eru gestirnir bara að gera sitt því sama og jafna núna í 5-5. Eins og segja náttúrulega þessi úrslita helgi í bikarnum er náttúrulega svona stóra stundin í blækíminum og þarna vilja það allir vera. Þetta er helgi inn, sko, það er alveg hannig. Heldur betur, þú náttúrulega heldur betur upplegað þá stemningu.
Kemur fyrirliðin inn, Gía. Hún er alltaf eins og segi ein af nokkurum í káaliðin sem er uppbæran hjá Þrótti. Já, hún er faskursfyrinum. Já. Það er nældi í hana þaðan, hann að neskustad. Og það nældu við svo í hana. Þetta er skemmtilegt. Mirja velvakandi hérna, Jóna og fínu vörð hérna og svo enn en góð hávörðin, þetta er hún Vanda. Hún stendur hávörðina vel að Vanda. Og þetta er annað blokkstig gestana. Og hérna kemur flottur ás. Það gerði Sunna Júlía vel, það var fastur bolti og Heiðbrá náði ekki að stýra þessu. Vantilega hliður aftur í aðra neglu hérna. Nú líkir Heiðbrá mjög vel. Bolti svo Mirju. Pála vel, fínu vörð hjá henni og kemur svo aftur í línu sjálf og setur hann út. Þessi var rosalega tæpur. Já. Mér fannst hann sleikja línuna en það er bara hérna úr blaðmannstökunni. Og gestirnir bara skyndilega komið 2 stöðum yfir og lítar hann bara þokkalega út hérna. Við þurfum að finna taktina aðeins betur. Já, Kákonur er ekki að fá negin stig gefinn sér. Já, heldur betur. Net. Já. Það er bara lengt pressir á netinu þarna. Það fór ekkert á milli mála. Nei. Enda enginn að reyna að mótmæla þessu. Og Matteo tekur leikli. Já. Eftir að við komumst í 5-1 þá er Þróttararnir komnir við núna með 8-1 kafla. Já. Og þetta er búið að vera erfiðar uppgjafir, það er bara að fá úttökunni í gang og þá er það góður í sókn, þetta kemur allt tilbaka. Heldur betur. Svo svona, hefur Háorðin hafum líka verið að stíga þessu upp. Klálega. Það eru komið með þessi 2 blókstig. Sjáum að K.A. fengið 2 stig eftir mistök á gestunum, en K.A. gerð 5 mistök sem hafa gefið Þrótturunum stig. Þannig að við þurfum eiginlega aðeins að reyna að finna taktinn og finna okkar gír. Við getum betur. En hvað, þið í kallaliðinu eigið svo afturreldingu í Mosfellsbænum helgina? Já, það verður hörkuleikur. Þeir eru mjög flott lið. Já, heldur betur. Þetta verður fyrsta sinn sem við spilum við með svona fullan mannskap hjá þeim. Já, einmitt. Hérna kemur aftur ás á Sunnu Júlíu. Það komið 2 ása. Hún heldur áfram að þjarma hérna K.A.liðinu með mögnum uppgjöfum. Þetta er góð móttaka. Og Pála setur hann yfir, en nú er aftur lag hjá gesturinn. Það er virkilega gott lag og þarna skorar hún María Eugenia. Og 5 stiga munur. Hver sá þetta fyrir? Það eru bara í bullandi vandræði með þessar uppgjafir. Já. Hún er bara ekki líka til að setja í nettið. Svo einhvern veginn á smá jinxi hérna. Nei, alls ekki. Þetta var mjög öruggur boltur á henni. Kemur Heiðbrá á orðinni að lauma, en vel gert þarna hjá Sunnu. Mætti undir og Heiðbrá mætti undir okkur og kemur Mirja neglir þess að Háorðinni. Já. Þetta var mikilvægt að losa okkur úr þessari stöðu. Og Mirja komið 2 stig. Mirja hörku uppgjöf og þessi var inni. Já. Þeir eru uppnum með þetta á hreinu. Já. Þessi var að datt niður. Ég hef alveg
trúa þessi sem hafi liti út frá að leiðin út á vellinum. Og annar ás KA-liðsins kominn, kemur sér þriði hérna. Nei, það missa móttökuna yfir og Gía, vel geta sunnið aftur. Og frábær háor, þetta var Gía, gerði virkilega vel að ætla þessi stíði hérna. Og þá taka gestinni líklega fljótt að breytast. Núna sóknin komin í gangi á KF-unum. Já. Þá lítur þetta miklu betur út. Algjörlega. Ég segi mikilvægt að nýta sérstaklega kanónurinn okkar, Pálu og Mireju. Sem alltaf eru líka með fullt af öðrum sem að geta plaffað á þetta eins og alltaf Gíu og Heiðbrá og Sigdís. Já, Sigdís, já. Þannig að þurfum að nýta okkur það að við erum með hörku breytt. Já, þetta er flott lið. Ég vil endilega sjá smása miðinni, sko. Hata það ekkert. Já. Ekkert lítið að ranna. Æja, höldum við áfram hérna. Mireja með alveg magnaðar uppgjafir. Það kemur þessi bolti frá henni. En þegar þetta hettastefna, það eru svo fastir boltar. Það er rosa erfitt að eiga við þetta. Það kemur líberaskipting á gestunum, Matthildur Eik komin inn. Þessi bolti svo út frá Maríu. En já, svolítið fyndið að hugsa til þess að KA er ríkjandi bikarmeistari bæði kalla og kvenna, samt hefur Já, langt síðan. Langt síðan seinast. Það eru 2 ár síðan. Já, fín háor þarna, aftur Gía. Hún er rosalega góð að þeirra fyrir. Og Mingardi 1 stig, KA-liðið núna komið með 3 blokkstig og það er svona ansi jákvætt að náum að rífa blokkin í gang og loka þess á þessa sókn hjá þeim. Já, það eru búin að eiga vandræðin síðan uppspilum fór í framlínu. Flottur bolti þetta og fer í lofti, segja þeir. Geggjað. Það mátti vera Heiðbrá, segir ás. Og við erum bara jafn í 12-12. Svolítið sveiflur hérna. KA-liðið byrjaði betur, gestirnir komið sem öflugan kafla og nú erum við búin að jafna aftur. Jóna og velur Gíu og vá, góð vörð þarna, ná að halda svo lífi og vel gert þarna. Já. Nýtir sér blokkina. Já, Ester. Það gerði hún mjög vel. Þetta eru bestu stigin, það gerir ekki neitt í þessu. Heldur betur. Ég finnst gaman að sjá hans með í blokkinni eftir að svona hálfbyrjar að fagna svo sér hvað boltinn endar. Þetta er gaman að þessu, en Þróttur heldur í fórustuna. Jóna nær þessu. Já, og svo kemur Pála með sjálfsinn mistök. Það setja bara undir háarðina. Það er erfiður leikur. Valdís gerir þetta vel beint á Jónu og Jóna vel við Pálu og Pála setur hann af antennunni. Og komið 3 stig í rauða gestur núna. Og það er ágætis mæting í KA-valinu í kvöld. Já, það munar öll að fá aftur áhorfendur á leikina. Maður farin að sakna þeirra, sko. Það er ekki trúið á því.
Það kemur flottu bolti hérna á kantinu og Valdís, þeir ætla að velja að halda boltanum inni og þessi út. Þessi að blokkinni. Já, blokkinni, já. Það var vel gert þarna. Það búið að vera flott spil hérna í þessari hrinnu. Já, 4 stiga munur. Það eru heldur betur að býta frá sér hérna. Fýtt bolti hérna frá Gíu. Og minnkar til 3. Gíja kominn sterk inn með 3 stig strax og sterk í blokkinu líka, það búið að spila mjög vel. Heldur betur. Og hann kemur Sigdís inn í framlínuna. Hún getur heldur betur blokka líka. Flottur bolti frá Gíu og hún er að segja ás hérna. Heiða nær ekki að stýra þessu. Það raðast inn Ásandi. Já, heldur betur. 4 hjá KA-liðinu. Bara báða bóða. 2 hjá gestunum. Og Gíja því áfram. Fyrir KA-liðið í örkjöfinni. Nei. Á gripinn. Já, þetta væri brennibolti, þá var nú leik. Sem betur er þetta blagg. Og fór nú samt út af. Já. Og já, Valdís lýst það hárrétt. Lýst ekki að báða bóða núna. Bæði lið búin að klikka 2 uppgjöfum. Jæja, Jóna. Þetta bolti frá henni en það er ná að verjast þessu. Og hörku hávörð til KA-liðinu enn og aftur. Og jæja, Mirren er að halda svo lífi og kemur Pála. Það hendar þessi bolti. Eftir línu smassa hérna út frá Maríu. Og einstigsmunur. Þetta stefnir í hörku endarsprett. Það er með að eiga það gestinni, það er að spila hörku varnarleik og er að gera okkur svona eða ansi erfitt fyrir að segja sóknarstigi hérna. Það er alltaf þreytandi þegar maður fær ekki gefin stig sko. Það er sjáalegt til þess. Heldur betur. Og þessi er úti á Hansi nálægt en Sunna Júlía situr hann út á endanum. Og KA búið að jafna í 17-17. Það heldur áfram að sveipast fram og tilbaka. 3 stig rauða KA núna. Frábærar uppgjafar hjá Jónu sem er að sitja í aðeins erfiða stöðu og hérna sækir hún einmitt bara ás. Já, þeir eru allir 5 í fyrstu hrinu af 18 stigum. Það er ótrúlega tölfræði. Þetta er allt annað en leiknum í okkur, það er bara þannig. Já. Þú verður að fara að rýna í leikstærtana til að ná þessu. Og Jóna komið fram alveg átti erfitt með að ná þessu. Reyndi þó sitt besta. En María Jiménez Gallego komið 2 stig, jafn í 18-18. Ester Rún fyrir Þróttara. Langur bolti en Pála tekur hann. Og færir hann tilbaka og Takka fyrir sig. Vá, þetta virkaði ekki flókið. Gæti alveg trúa því að fólk sem hefur ekki spilað blak sjáu Pálu gera þetta og haldið þetta sé auðvitað í heim. Hann taka bolta á neglu sem niður. Hopp upp og slá í gólfið. Já. En ótrúlega öflugur leikmaður. Það reyndar að gera hann þetta. Svo hætta hrósinni. Það er stórhættulegur leikur. Já, það er 19 fyrir gestina. Það er agalegt að jinxa bara heimalið. Það sem ætti mér svo að vanar að hlusta á rögliðið mér. Segja það.
Það kemur María Jiménez. Þessi bolti frá henni. Þetta Pálu. Pála missir hann næstu. Já, missir hann yfir. Og hérna Lurði vanda. Blokking vel Bragardi hana. Já. Já, kemur gesturinn aftur yfir 20-19. Það eru 5 stigum frá því að taka fyrstu hreinu. Og Pála sleppir þess á síðustundu. Og það var hárrétt hjá henni. Amelía kemur inn í uppgjöf fyrir Sigdísi. Já. Gaman að sjá hvað Amelía hefur komið sterk inn í hópinn. Hún var ekkert langt sem hún byrjaði bara að æfa blaki yfir höfuð. Nei, alls ekki. Það eru einhverjir blakhæfileikar greinilega bara í fjölskyldunar. Segja það sko. Það má heldur að segja það. Það kemur hörku smass hérna og Jóna á eðlilega í erfiðleikum hennabolta. Og María með sitt 4. stig hérna. Sunna Júlía fyrir gestina. Nú fer hvert stig að vera heldur betur mikilvægt. Já, við erum stoppað uppgjöfnir hennar strax. Já, hún fór fyrir þessum 8-1 kafla sem hann tóku hann áðan í upphafi hreinunar. Setur hann út. Heldur að Mireia taki sínar venjulegu stökk smass uppgjafir eða taki eitthvað meira örugt? Það þýðir ekkert að breyta til. Bara halda sinni dampi. Já. Stressið. Þessi bolti beint af Pálu og já, lauma þarna frá Jónu en þær eru velvakandi þarna. Fín vörn. Mireia er aftur inn af netinu og þessi var... Já, þessi leikurinn. Góð taktík að bóta hann skoppa af netinu. Það er erfitt að lesa það. Og Mireia komið 4 stig, K.A. 1 stig yfir. Þannig að Heiða tekur við þessu. Svo kemur lauma hérna en Hrafnhildur er klár og svo kemur Pála. Flottur bolti en missa vörðina yfir. Og Jóna laumar hann aftur. Hún var svo reið að þær vörðust laumin á hann að hún var að hlaða strax í aðra. Og hún var ekkert búin að gleyma því. Heldur betur. Jóna kom með 2 stig. Og gestum taka leikhlé. Já. Það skiptir þetta öllu máli að leiða á réttum tímum. Stoftalega ótrúlega hjá okkur köllunum. Maður er oft svona stressaður fyrirfart hrinur og svo þegar það mest á reynir þá einhvern veginn klárið þetta. Leikurinn byrjar náttúrulega bara eftir 20 stig sko. Það mætti halda það var ykkar tilfelli. Stelpurnar grunna fann að læra af ykkur. En Þróttar eru búin að spila mjög vel í þessari hrinu. Já. Það eru ekki að gefa neitt ókeypis sko. Heldur betur, mjög fá mistök og eru bara að keyra á sínum styrkleikum. Spurning hvort þetta leikli slökkvi í Mireiu. Nei. Og svo einhver miskilningur hérna. Ekki klaufalegt, þetta er rosalega... Þetta er rosalega klaufalegt og líka þessum tímapunkti. Já, súrt að gefa stig hérna í þessari stöðu. Nú er þetta mjög erfitt. Mireia aftur, flottur bolti frá henni, Heiða, það ná að stýra þessu. Hún er ósmeykið að slá hana. Og það blir svo af spírunni. Já, þetta var bara flott slag hérna á afturlínunni. Bara ósmeykið að slá 22-24. Já.
og þær eru því ennþá inn í þessu. Þurfa 2 stig röð til að fá upphækkun. Jóna á Gíu og Gía klárar þetta. Já. Káa tekur fyrstu hreinu eftir mikinn barning. Þetta hlýtur að vera rosalega svekkjandi fyrir gestina því þær voru að spila virkilega gott lag. Já, það gerði allt rétt svo bara í lokin. Það var bara skiluðu Káa-stefnuna sínu. Já, heldur betur. Og stefnir bara einfallega í hörkuleik hérna í Káa-milinu. Sjáum hérna tölfræðina. Hérna tölfræðin í fyrstu hreinu, 25-22 sigur Káa. Bæði lið með 7 stig eftir smöss. Káa með 6, Ása hvorki meira en minna. Það er ótrúlega tölfræði. Og gestinni 2. Ein lauma hjá Káa, enginn á gestunum. Það var flotta lauma hjá henni Jónu. 3 blóðstig á Káa gegn 2. Og sjáu það, 11 stiga sem 22 hjá gestunum eru eftir mistök á Káa. Já. Það var kannski helsti munur að Káa-liðið fór að fækka mistökum til að leiða á hrinuna. Já, mikið mistökum hann í upphafi, en það var líka bara því að það voru að verjast vel. Já, einmitt. Og bara vonandi að við séum búin að finna taktinn enn betur núna og náum að bara hamra játið með þær heitt núna. Svona þetta var ansi sterkt að klára fyrstu hrinu með hvernig hún var að spilast. Já, þetta var flott spil hjá stelpunum hérna undir lokinu hrinunni. Og það væri bara gaman að sjá svona sókninni á Þróttur Nes komast almennilega í gang. Heldur betur. Það var þetta hörkuleikur bara. Já, algjörlega. Og þær líka hafa engu að tapa. Nei. Þannig að sjáum við stigaskori á Káa, Gía og Mireia báða með 5 stig, Pála 3, Jóna 2 og Sigdís og Heiðbrá báða með 1 stig hjá gestunum. Þar er María með 4, Sunna Júlía 2 ásamt með Maríu Jiménez og Vöndu og svo er Ester Rún með 1 stig. Kíkjum svo kannski á hérna tímalínuna í fyrstu rinnunni. Kemur hérna, sjáum gestinir eru rauðir og leiddu nær alla rinnuna. Káa byrjaði þetta betur, svo kom öflugur kafli á gestunum sem að leiddu allt þangað til að Káa klára til í lokin. Já, það er þetta komið í 20 stig. Já. Það byrjaði þetta. Já, byrjaði þetta. Þannig að þið sem vilja horfa á næstu rinnu endilega bara taka góða pásu og komið þegar það er komið 20 stig. Það eru skýrafan hindi Káa því. En nei, þetta verður eins og vonandi áfram bara hörkuleikur. Þá eins og vonandi áfram hörku baráttu hérna í næstu rinnu. En þetta var rosalega sterkt að ná að klára þetta. Já. Stressið hefur verið fljótt að taka sinn tóll eða þeir hefur tapað fyrstu hrinni, sko. Það er óþarfi. Já, heldur betur. En Þrótturinn hafa hljóta að hafa mikla trú á sér eftir þessu fyrstu hrinnu. Þetta var flott spil á þeim líka. Já, einmitt. Þetta hlýtur að gefa alla möguleika að taka þessa hrinnu. Já, sammála því. Þetta hlýtur að gefa þeim trú allavega að sjá að það er möguleiki að það er halda bara áfram dampi og einmitt, bara knýja fram mistökum hjá okkur. En svo kannski spila líka inn í að ég held að sé svona meiri breidd hjá okkur og þetta gæti orðið erfitt þegar þetta verður languleikur. Það. Frábær háart hjá Mireiu. Já. Svo hún var fljóta að benda, það var ég sem gerði þetta, var ég. Komum með 6 stig. Hún reynda að vísu þjálfar mig í Blacki á 50. Er hún erfið við þig eða? Já, hún er grjóthörð. Ég er ekki hissa, sko. Við grunast að þetta múf að benda strax á að hún eigi stig þessi stólur frá mér. Það er Ingi sem fagnar blokkstig í meirinni. Og hérna flottur ás hjá Jónu. Komið 2 ása og 7 komnir hjá Káa-liðinu í heildina. Já, ná þetta að verðast þessu og flottur bolti þarna.
Já, Ester kom með 2 stig. Það var ekki neinu vandræðum þarna. Þarna var virkilega flott móttaka og gerði vel úr þessu. Og líka sterkt fyrir þær að ná Jónu úr uppgjöfinni. Já. Með flesta ása í deildinni. En þarna kemur Ester svo með fyrstu uppgjöf. Það kemur fýtboltar á kantinn en Valdís skjóta vel og svo það er ekki að fagna þessu vel. Það var ekki fall þessa stíð, þannig fyrir að leiða mikið, Hrafnhildur Ásta. Þetta var stíð, sko. Já. Hún er komin á blaðirna og hún brosir alveg út af eyrum hana, skiljanlega. Þetta er hörku byrjun KA-liðinu, Ásja Pálu 5-1. Alveg spurningum að taka leikli á gestunum að reyna að stoppa þetta strax til að halda aðeins í okkur. Það eru að kunnulegum slóðum, það var bara eins og fyrstur hreinu, 5-1. Jú, það er bara hárrétt. En í þetta skiptið þá náum við 7. stiginu, Ásja Pálu og við erum komin með 9 ás. Þetta er rosa mikið ásum. Já. Lók og ás í allt í stáli, eins og einhver myndi segja. Ja, þarna kom fín móttaka og lauma en Hrafnhildur sér við þessu, kemur svo sjálf. Kemur fýtbolti þarna, þarna var Valdís klár fyrir aftan en kallaði líklega ekki nógu hátt. Og María Eugenia minnkar í 6-2. Hún hefur svona verið svo sem að skora hjá þeim. Já. Og einmitt stigahæst með 5 stig á þeim, aðrar með 2 eða minna. Já, kasta sér á þetta þarna hún Valdís og þessi bolti var eiginlega bara næstu í akkúrat á línunni. Það verði ekki tæpar allavega. Nei, hann er dæmdur út á endanum og KA-liðið sleppur með skrekkin. Og Matthías segir Valdís aðeins til. Og sjáu þessa hávörð, frábær hávörð þarna hjá Gíu og Mireju. Þetta var hörku slag en það var bara engin leið í gegn. Nei, heldur betur. Samrindar þarna. Og já, Mireja kom með 7 stig, KA með 5 blokkstig. Það er alltaf gangur núna. Nei, ég átti að segja þetta aðeins seinna. Þú heldur bara áfram að jinxa einhverlega. Þið setjið sér afsökunar á þessu, þetta getur alveg að mig. Og sjáum við að gestirnir hafa klikkað 5 uppgjöfum KA4. Og þessi bolti af netinu en Gía tekur vel við. Mireja neglir þessu en fín hávörð. Og þetta var María Eugenia, kom með 6 stig núna. Og enn er því Sunna í uppgjöfinni. Sluppum vel á hann þegar hún sett hann út í fyrstu. Flottur bolti, já. Já, erfitt þarna fyrir hana Matthildi að taka við þessu bolta. Kemur rosalega fastur og hávörðnin er aðeins fyrir henni og hann stíð boltan seint. Og boltin hérna aðeins að hávörðninni og Mireja gæti ekki alveg brugðist við. Og María Jiménez Gallego kom með 3 stig.
Þetta svona að halda sig jafnvægi, 4-5 stig hérna. Gott vörn. Og, aðja, nú séns, hvað velur Jóna? Jóna velur Gíu og Gíu blokkuð og hörku blokk þarna. Já. Það var alveg tilbúinur undir en það var bara ekki séns. Já, heldur betur. Við virðist það að vera búin að lesa aðeins hvað Jóna og Gíu ætla að gera þarna. Þessi bolti er langur og er út. Og Káa aftur 4 stigum yfir. Kemur Laufman þarna en Gía gerir vel. Og Pála, fastu bolti og Gía gerir vel þarna, sér að þetta er aldrei að höra smass. Sópar þetta bara upp. Já. Og Pála þakkar bara fyrir sig og neglir þessu beint í gólfi. Þetta er ekki flókið. Þetta er alveg ekki flókið sport. Þetta er bara að setja boltan í gólfið. Já. Gerir það vel en Valdís næra stýra þessi bolta upp í lofti, gerir það vel en lag fyrir gestirinn núna. Boltinn hérna út á Ester og Hrafnhildur tekur við og með Reyjar aftur í línunni, fastu bolti, áfram þessi bolti í leik. Hvað endar þetta? Ester, næja, með Reyjar upp með þetta og Pála. Þetta er geggjað að sjá. Hvað endar þetta? Valdís, já, Hrafnhildur eftir hérna bolta. Valdís setur svo yfir. Og svo kemur þetta var alvöru. Þetta var alvöru. María Jiménez skorar endanum. Þarna voru bæði við sko að spila frábæra bolta, voru bæði að reyna að sækja. Frábæra vörn og hávörnin að loka vel. En þetta var virkilega vel gert. Já, tókst og smeld honum bara út í hornið sko. Já, tókst til það sem að Gía og Jóna reyndu á þann en voru blokkaði þá. Pála, frábær vörn þarna og aftur kemur Ester og skora svo sjálf. Allt í öllu þessu stigi. Komið 3 stig. Komið 2 stig í rauðgestinum, bara mikið í 3 stig. En þá nóg eftir þessu annar hreinu. Og já. Þarna fegstu miðjustigi sem varst að biðja um. Já, ekki að sjá bara þetta flotta slag á hann og vildi ekki vera síðri. Nei, heldur betur. Íþróttakona Káa árið 2020. Vel að því komin og stendur fyrir sínu hér í dag. Ester á hávörninni en svo út, þannig að hún skorast gott stig. Já, Ester er búin að vera óhrædd við að slá boltan. Nú er hún að fá stiginn, blokkin út og hana. Já. Það er búin að vera að loka vel á hana og spila góða vörn þegar hún er að slá yfir. Já, komum með einhver 4 stig hérna. Svo bolti Valdís tekur við beint á Jónu og svo er Pála blokkuð. Já. Það vantaði bara að segja að Ester var að byrja að blokka líka. Já, svo er hún er komin í gang. Heldur betur 5 stig og það er bara hvað, 3 núna á örskömmum tíma. 12-10, það gefa ekkert eftir hérna. Kemur Pála. Þrjumar þessu en vel gert hérna hjá Matthildi og Ester enn og aftur setur hann út núna. Það tókst loksins að jinxa eina í leik. Já, þarna kom það. Þetta jafnast allt út. Já, en þessi leikur búinn að vera mjög skemmtilegur til þessa.
þryggjastæði munur og ég segi, gestirnir eru bara að njóta þess að spila blak hérna og röng uppstilling hjá þeim og það fyrir KF stigið. Nei, það er eins og það rangur dómur, þannig að þetta er tekið tilbaka. Það er magna, það þýðir stundum að deila dómarann. Já, þetta hefur bara einhver mikilvæg hjá honum. Já. Ég held að hérna 6 væri frammi. Alltaf gaman að því að það sé hægt að ræða málið við dómarana. Og hérna kemur allavega stigið 14. og sjokker, það er Jóna Margrét, hún gerir það 10. ásinn kominn. Já, ég man ekki eftir svona mörgum ásum svona snemma í leik. Nei, það er líka erfitt fyrir þær að halda sinni í leiknum þegar það er að gefa svona mikið að stigum. Já, annars er það bara að spila hörku. Vá, þessi bolti. Vá, þessi bolti frá Mireju og Roscoe. En sem ég ætla að segja, það er búin að spila fína vörn en það er eiginlega bara uppgjafina sem er að reynast hvað er erfiðastar. En þessi bolti frá Mireju gjörsamlega fullkominn, fastur alveg úti í hornið. Og Gonzalo Garcia tekur leikhlé fyrir gestina. Já, það þurfa að stoppa þetta, fá móttökuna í gang. Já, og ég segi, KR komið 3 stig í röð núna og það alltaf er heldur betur partur af því að alltaf Jóna okkar er í uppgjöfinni og er að gefa þeim ansi erfitt tækifæri á að snúa vörn í sókn. Já. Sjáum hérna stigaðustu leikmenn Mireja með 8 á KA, Pála og Gía báða 6, María með 6 hjá gestunum og Ester og María Jiménez með 5, aðrar minna. Jóna Margrét, flottur boltur á henni en fín móttaka á Heiðu og svo kemur Ester með þennan bolta í netið. Þetta var fínt spil og vantaði bara að klára þetta. Já, kannski ekstra svekkjandi loksins þegar móttakan gekk svona vel. Það kemur Jóna aftur, flottur bolti en aftur er móttakan í lagi og kemur Pála, neglir þessu en þetta er vel gert hérna hjá Maríu Eugeniu og kemur Mireja að reyna að lauma en Heiða sér við þessu en þær eru í vandræði með þetta og koma boltan ekki yfir. Já, KA-lið er að ná að stinga þess af núna, komið 7 stiga munur, aldrei verið svona mikið munur á liðum til þessa. Jóna fýtt boltur á henni en það eru fattar að ná vörninni. Já, gerir þetta vel. Já, og Sunna Júlía með stigið. Maður sé bara svona létt í liðin hjá gestunum. Það er gott að ná að losa þessa stöðu. Já, þetta var orðið svolítið súrt að horfa á Jónu í uppgjöfinni. Já. Pála rættar þessu, kemur Mireja, setur hann út. Búin að ná mikið til 5. Ester áfram fyrir Þróttarana. Þessi bolti eins og rólangur.
ekki óhætt að segja það ef að Valdís að beygja sig þá var boltinn líklegast út. Já, hún svo há í loftinu, allt sem yfir hana, það bara út. Fín áhættan á Valdís einmitt. Vel vakandi hana. Já. Og, þessi boltur í leikirna kemur María, setur hann beint af Pálu sem hann tekur vel við og kemur Mireia, bombar þessu, boltinn af Hávardinu tekur kraftinn úr þessu og Sunna, en ok, hún ferkaði sem Citys og afturlínusmanns hérna en Pála gerir þetta vel og Mireia neglir þessu en Hávardinu taka kraftinn úr þessu. Heiða setur hann svo örgan yfir og Citys hvar endar þetta líklega lengst í leiksins til þessa og kemur út boltið þarna. Ekki touch. Það vilja fá net. Nei, Káalið fæst í 19-12, Káa 6 stigum frá því að komast í 2-0. Það væri ótrúlega mikilvægt. Jóna velur Mireia neglir þessu og núna kemur hún fram með Hávardinni. Og Gonzalo tekur leikli 8 stiga munur orðin og þetta orðið ansi erfið staða hérna í annar hinu fyrir Þrótt. Já, stelpurnar eru mjög afslappaðar, það bara ekkert stress í þeim. Já. Það einmitt kannski, það ansi erfitt til að blaka og vera stressaður. Það þarf svo lítið út af ræða til þess að allt farið til fjandans. Já, þegar maður stífur þá fara mistökin að tekka inn sko. Já. Þetta fyrir ekki áhuga ekkert lið sem er jafnlega að gera mistök á móti eins og karlalið Káa. Það er alltaf einhver leikmaður í Káaliðin sem fljótur og öskar þessi var út. Og þakka kærlega fyrir sig. Já, maður er að vera kurteis, það er bara hannig. Það er ekki oft sem að kurteisi gerir anstæðinginn pirran, en þetta virkaði þetta í þessu tilfelli. Pála fyrir Káali, flottur bolti en góð móttaka hjá Ester hérna og svo kemur María af Hávardinni en nógu fastur og hann fyrir gegn. Þetta hefði nú mátt vera tvíslag en áfram gakk. Já. Pála upp á endurteki, Matti upp á tvíslag. Ekki alveg að kröfuhörð þau hérna. Maður er nú eitthvað veikur fyrir gestunum þegar það er svo langt undir. Já. Þessi eins og var út og Vanda kemur það út í kjölfarið. Aftur 8 stiga munur og Amelia kemur það aftur í uppgjöfuna. Fyrir það sem ekki vita, móðurinnar Hulda Elma Eysteinsdóttir. Ég er fyrir löngu búin að missa fjöldan á Íslandsmeistaratitlum sem að hún vann á sínu ferli. Já, enn einn frá Neskjöstað. Já, einmitt. Spurning hvort að Amelia náði að leika einhver áreikarnar eftir. Það var sniðugt. Já, skemmtileg bolti hérna frá Maríu Jiménez. Óþarf að hafa of mikið fyrir þessu. Já. Spara orkuna þannig að þær eru komnar í 20. Já, heldur betur. (21:14) Geta gestirnir að austan komið sér aftur inn í þetta. Það er að segja í þessari annar hreinu. Þetta er svo sem auðvitað bikarleikur en það skiptir hún engum máli hvort þú vinnur 3-0, 3-1 eða 3-2. Það er það séu sem tilur. Já. Þannig að þó að staðan geti verið vissilega slæm að vera tölur undir þá snýst bara að halda áfram og reyna að knýja fram sigur saman hvernig það er. En Káaliðið fara að líta ansi vel út. Já, það er Sunna Júlía flautir, bolti frá henni. Já, gerir þetta vel, svo kemur Hrafnhildur og
Jæja, frábærlega getur Valdi, já. Og þessi bara enn í leik og endar sem við hörku stíði þarna. María Jiménez kom með 7 stig. Glæsileg barátta hjá Þrótturum hann. Já. Endaði bara í hörku uppspili. Heldur betur. Vantaði ekki upp á það. Og þessi móttaka hjá Matthildi í líbérostöðunni algjörlega frábært. Það var erfiður bolti. Og þær eru ennþá inn í þessu. 60 munur. Og já, enn er að kasta sig á boltana en þessi er út. Og Gía kom með 7 stig. Fyrirliðin að eiga hörkuleik hérna. Já, stórleik í sókn og blokk, það er bara þannig. Já, heldur betur. Já, það er jump núna. Og aftur er Háurðin að gera vel hérna á ókynni Gía, en að lesa þetta eins og vel. Og lauma hérna á Valdi, situr hann yfir reyndar en gerir vel að halda hann á lífi. Þarna fáið tvíslag. Já. Það var erfitt að sleppa þessu, með þess að ég tók auðvitað þessu. Já. Já, það var að tvíslag. Já. Káa komið 23-15, 2 stigum frá því að klára þessa aðra hreinu. Góðu kapli hérna miðbygg hreinunar. Svona fór illa með gestina. Kemur mér eiga að hika aðeins en náði þess að enga sig geggjum bolta. Og Gía. Það er boltan, nei, það er Hrafnhildur sem tekur hann og setur hann á Háurðin og út. Hrafnhildur komið 3 stig. Þetta er allt að smella 9 stig. Já, fjölbreytni í þessu hjá henni. Það var ein lauma og 1 smas í gól og 1 blokk út. Heldur betur. Eins og ég segi, það er ótrúlega skemmtileg breytt í Káa-liðinu og... þessi var inni! Þessi var inni! Það er held að vera út til þetta að fara, þessi steinlá og Mireia klárar þetta með ás númer 11. Og hann er sterkur vantilega að ræða það, við þurfum að gefa í, fá fleiri ása. Sitta eitthvað nýtt Íslandsmet. Það tjekka því. Já, Káa vinnur aðra hreinu 25-15. Endaði mjög samfærandi, þetta var jafnt til að byrja með. Já, svo var bara móttöku ómækir ásar. Það er bara þannig, það er erfitt að gera eitthvað í því. Þetta voru bara góður uppgjafir hjá Jónu. Já. Það voru að halda pressunni. Heldur betur og svo finnst mér líka sóknin hjá okkur er að fara að finna sig betur og betur. Sjáum við þetta tölfræðina í annar hreinu 25-15. 8 smasti hjá Káa gegn 9. 5 ásar í Káa-liðinu gegn engum. Í heildina er Káa með 11 ása á gestinu 2. 1 lauma hann var hjá gestunum. 2 blóðstig á Káa gegn 3 og 11 stig sem Káa skora eftir mistök á gestunum gegn aðeins 2. Þarna styrist það alveg við. Það er svo vorum að rósa eins svo mikið fyrir hvað voru að láta okkur gera mistökin í fyrstu hreinu. Tókst ekki alveg að fylgja því eftir. Og já, Káa vinnur endanum með 10 stiga mun. Kíkja á stigahæstu leikmenn. Já, Mireia og Roscoe komið með 10 stig. Gía 7, Pála Olmó 6, Jóna 4, þar af allavega 3 ásar. Hrafnhildur Ásta 3 stig og Sigurdís Lind og Heiðbrá báðar með 1 stig. Og á gestunum þar er María Jiménez með 7 ásamt nöfninar María Eugenia. Ester Rún með 5, Sunna Júlia 3 og Vanda er með 2 stig. Og Gonzalo kom út að taka 4 leikli. Gaman að halda utan hann líka. Kíkjum svo hérna á tímaverðina í þessari annar hreinu sem að Káa-liðið tók strax fórustuna og lét hann aldrei af hendi og þetta var svona annað heldur en fyrsta hreinu. Já, það heldur bara áfram. Það gáði ekkert eftir þegar það voru komin með fórustuna. Já. Og það var gaman að sjá aðeins svona
línuritt eftir hrinuna því maður svo fljótur að gleyma þegar þetta er í hasarnum. Já. Þannig að það er gaman að þessu. En já, nú eru alltaf Þróttararnir komið baki upp í vegg. Spurning hvort þær hafi eitthvað upp í erminni. Þegar mér finnst KA-liðin sig bara vera búin að bæta og bæta í eftir búið að líða á leikinn. Klálega þannig. Og þetta er fara að líta ansi vel út. Þróttarar misti svolítið dampinn þannig að þeir fengu þess ás á sig. Það er alltaf erfitt. Já. En spurning hvort að KA-liðið farið kannski að rúlla meira á liðinu. Það eru nokkur þarna sem eru held ég örugglega að banka aðeins á dyrnar. Fá að koma inn. Sem ætla Ásta Lilja vera að koma. Já. Ekki búin að taka þátt í leitum til þessa. En kemur svo vantarlega inn á miðjuna. Það er Sigdís á bekknum, já. Þróttararnir verða bara að rifja upp taktan á fyrstu hrinnu. Það er eiga miklu meira inni heldur en það sýndu í seinustu hrinnu. Já, algjörlega. Eins og segi, ef það er ná að halda í við okkur, hvað þá ef það er ná að leiða, þá náttúrulega er pressan á okkur í þessum leik. Fólk reikta með KA-sériunum. Ja, Ásta. Já, maður sjá það á deildinni, hún er bara tvískipt. Það eru 3 efstu liðin og svo eru öll liðin fyrir neðan. Já, það er ótrúlega fyndin deildrauninni að 3 lið sem eru rosalega í öfnum tóttum og 3 lið sem eru rosalega í öfnum að berjast um í síðasetti í úrslitakeppnina. Já. Þá vísast í gestana. En já, það er með tímun að hafa á milli 3. og 4. liðs, það er bara þannig. Já, einmitt. En það var svona óskandi að við fáum aftur fleiri lið í kvennadeildina. Búið að vera fjölgun karlamegin sem er búið að vera skemmtilegt. Já, það er nú, ég man bara ekki eftir að nokkuð með að veri fleiri karlalið heldur en kvennalið, sko. Nei, nákvæmlega. Það er óheyrilega mörg núna. Já, það er ekki 8 lið núna karlamegin. Já, eitthvað svoleiðis. Enga tölu á sig, þetta er mikið. Enga tölu, það er jákvæmt að heyra. Heiða tekur við þessu og svo kemur Ester með hennar bolta en Mireia vel staðsett og Pála. Hávartin tekur kraftinn úr þessu og til nýspansan frá Maríu. Já, þetta var klálega nett. Já. Við getum ekki satt nett þetta. Og gestirnir 2 yfir. Hérna Pála gerir þetta mjög vel og Jóna setur hérna á Mireia sem að reyna að þægilega yfir hárunina en hún mætti þetta hún hérna. Nei, fyrirgefur hún Embla. Þarna var full afstæðlega stelpunnar. Já, það voru tilbúinir negluna. Já. Það er góð yfirsýn hérna hjá Maríu og setta hann bara á dauðasvæði hérna og 3-1 fyrir Þrótt. Það sé eins og rólangur frá Ester. Og Pála, hún er búin að taka nokkrar góðar uppgjafir í dag, allavega 1 eða ekki 2 ása hjá henni. Já. Þeir stafsum þessu. Já, sjáum hérna KA búið að klikka 5 uppgjöfum móti 10.
Þetta vel gett hjá Valdísi, svo kemur Mireia bombar þessu út. Ekki touch. Já. Mireia vil meina þessi touch. Já, línudómarinn gefur touch. Já, ok. En þessi var rétt úti. Já. Sá eitthvað. Snældu við þess að... Það engin vafi hjá línudómarinn. Hann Ég sagði að Mireia var svo reið og bendi á að það hefði verið touch. Svo leið á dæmt, þá kom þetta kunnulega bros á 0-1. Fljótt að geta skipt hann strax. Þetta sem þið vera svona smá skap í spáverunum. Við erum alltaf heldur betur sem tekið til því á Matteo. Kynni krefjandi boltið þarna, hann enn á lífi, það kom yfir. Svona á Gíu og hún skorar, já, jafnar í 4-4. Gíja 8 stig á henni. Frábær leikur. Já, heldur betur. Ásta þá fyrir KA-liðið. Heiða eins og að teka við þessu og svo kemur boltið á miðjuna og þetta stig fyrir Maríu. Það móka KA-liðið. Það er svona bara að gefa Maríu stigið. Við erum gjafmyndir henni í KA-TV. Gíja ekkert að missa sig í þessu. Hún tekur stefnir á næsta bolta. Já. Þannig að Sunna, hún hefur leik okkur átt til þessa. Já. Pála frábæra móttöku þarna og svo kemur Hrafnhildur og áfram með þetta. Kemur Mireia hinum megin. Gott spil. Vá. Nice. Þetta er svo fastir bolta frá henni. Þetta var rætt spil út af díóinn og það var bara engin séns fyrir blokkina. Það var mjög þægilegt fyrir hann að slá bara rætt niður. Já. Það er kraftur í slögunum hjá henni. Heldur betur. Og jafnar í 5-5. Og Ás svo í kjölfarið. Já, þeir halda áfram að teka inn Ásarnir. Heldur betur. Komnir 12 núna. Þetta er vel gett hjá Ester hérna og boltinn svo út á Maríu sem að skora. Já. Þetta gerum við vel. Já. Náði líka að slá hann ansi neðarlega. Svo að Pála beið eftir að fá hann mun utar. Og María Eugenia kom með 9 stig. Bæði lið búin skora 18 smarstig. Það er þetta jafnt á einhverjum tölum. Og við setjum lauma hjá Mireiu. Eitthvað ekki til hana. Já, ég er bara svo vöðin að bomba í boltan og kannski óvöðin að setja svo lítið kraft í þetta. Ekki heima allir hana, laumunum. Og svo kemur Ás hinum megin, hann kom að því, María Eugenia. Þetta er fyrsti Ás frá þeim núna frá bara, snemma í fyrstu rinnu. Já, þá er bæði lið að bombi Ása, sko. Já. Þróttunni er svona 2 yfir og dauða fara þarna. Þessi var hans uttalega en inni var hann. María Jiménez nýtti sér þetta móttakan hjá Hrafnhildi. Fór yfir. Jóna á Gíu og Það vilja fá 4. Mér fannst það að fara netinu en dómarinn dæma það ekki. Pála fín vörn þarna, svo kemur Hrafnhildur og þetta er vel gert með Maríu og svo langur bolti og röngum með við antennu. Út fyrir antennu. KA-liðið fær stigið. Ég var til að sjá þetta aftur en að bolta frá Gíu, hvort hann hafi farið að háðinu eða netinu. Já, mér sýndist hann bara að fara í netið, sko. Já, ég er alveg sammála því. Blokkin var það langt frá. Einmitt, en
Já, en það hún held ég eitthvað sitt aðeins út af þetta hún Sunna. En það getur verið erfitt að lesa í þetta, maður svona rosalega ofan í þessu. Og frábær Howard, Pála til Olmo. Já, Pála kom með 7 stig, Káa kom með 6 blokkstig í leiknum, 85 og það ansi jafnt. Það lauma en Pála sér við þessu og dæmt mitt. Já, Wow! Grunlega heyrði ekki flautið þarna á María, hún þrumar honum. Sló þarna eftir flauti. Já. Já. En engin eftirkvöst af því væntanlega. En já, dæmt mitt þarna Pálu. Það var greinilega að flauta allt hressilega í þessa flautu og þá allir heyri þetta. Þróttur áfram. Að leiða þessa þriðju hrinnu. Kemur boltinn þetta Pálu og setur hann svo út. Hún fann ekki blokkina hana. Nei. Já, Matti var beðið bara að halda rósinni og halda bara áfram. Kemur boltinn á Gíu, en María veist það sett og svo já, kemur tvíslagið. Hannar tvíslagsdómurinn á gestina hér í kvöld. Og Ásta Lilja mætir í framlínuna. Jæja, fín móttakarna á Heiðu og svo kemur Ester en Pála gerir þetta vel. Pála kemur svo aftur og skorar gott stig. Þetta vel gert. Ánægði með Jónu að sitja boltan beint aftur að Pálu, hún bara klikkar til sér í röð og fær hérna bætið fyrir það. Og Heiða í vandræðum með þetta en þar ná honum yfir. Kemur Mirreia hörkubolti. Þessi var á klálega blokkinni, það er ekki nóg spurning. Það er mjög ósattur en Gonzalo þjálfari gestana en þessi fór klálega af hárunni. Jóna upp á Ástu og þessi bolti ennþá í leikið. Ester svo blokku og setja sinns vera Jóna. Hún ætlaði að fagna eins og engin sem morgundagurinn. Þessi fór klálega í blokkinu. Já. Það var engin vafi á því. Já, hann snerist hann svo klálega sko fyrst af netinu en svo í blokkina. Og Gonzalo alveg snældi vitlaus en það er erfitt að deila um þetta. 11 búin að ná að jafna metin aftur. Og langur bolti og þessi er út. Káa komið 4 stig í röð og skyndilega komið aftur yfir í svona 12-11. Tökur skiptingu. Ásta út og Lovísa mætti í framlínuna. Lovísa búin að vera að fá tækifæri í síðustu leikjum. Gert það vel. Klikka boltinu á Gíu. Það var allt jafnt áttur. Já, heldur betur. Þróttar að klálega búin að gleyma annar hreinu. Já,
Búin að koma mjög sterkar inn í þessa þriðju hreinu. KLi fara að býta aftur frá sér og þessi uppgjöf full-löng og KLi lætur hann að fara 13-12 og þá mætir Jóna Margrét í uppgjöfum hjá KLiðinu. Þannig að ef við erum að setja peninga á þennan leik, hversu margir ásar verða, þá myndi ég reyna að hækka töluna núna. Nei, flott móttak af Maríu og reyna að lauma Pála. Vel vakandi hafa. Já. Og setja hann svo út. Já, þá losnaði þar við Jónu. Já, 13-13. Þetta ætlar að verða mikil barátta hérna. Gestirnir verða að vinna hreinuna til að halda sér ennþá inn í þessu. Annars bara Kjörisbikarinn búinn á þeim. Jóna, Pálu og blokkuð en Páli fylgir eftir á Lovísu og heldur svo Pálu yfir María. En já, verður ekki að Lovísu. Hún að fórta sér hægri vinstri hérna, nýkomin inn á. Og KLi fær stigið Benson net á Vöndu. Hún verður að vanda sig. Hefur rekist í netið hérna í einhverju snúning. Já. KA núna 14-13. Eru þær að ná frumkvæðinu stelpurnar. Áfram þegar mest á reynir. Heiða, Bergar Sunna og kemur Jóna upp á Mireju og setur hann að háðurinn út. Já. Stundum þetta bara spurning að slá fast. Já, heldur betur. Kemur aftur boltan á Maríu og þetta gerir hún virkilega vel. Hún búin að vera að skila virkilega vel í dag. Hún svo sem búin að vera að losa stöðu fyrir þær. Já, heldur betur og þetta var hnit með hjá henni. Snittan fram í hárunni. Þurfti hún ekki mikið til að setja hann út þarna en smett hitta. Jóna á Hrafnhildur, fastu bolti og hún skorar. Já. Hrafnhildur Ásta komið 4 stig. Við komum að Lovísu í uppgjöfunum. Þetta taka vel við þessu, skimur fín hávörð þarna og ná að loka aftur. Já, frábær hávörð. En boltinn enn í leik. Kemur Pála, Jóna, hún velur Gíu. Og aftur frábær hávörð en boltinn svo út og gestirnir fá stigið. Það er minnkandi 1 stig. Þetta hlýtur að vera ansi svekkjandi að standa hávörðar svona vel og fá svo ekki það út úr því. Þetta er alltaf súrt sko. Já. En María var ekkert smeyk þegar hún sá blokkina. Hún vissi alveg hvað hún vildi gera. Sló bara hátt og krossinn. Já. Já, hún er bara að eiga mjög góðan leik. Maríurnar með 12 og 9 stig hjá Þrótti. Heldur skimur hann yfir. Nú er lag fyrir Þrótt. Kemur María enn og aftur í frábær hávörn. En boltinn er alltaf í leik eftir þessa hávörn. Og þessi er inni. Já. María Jiménez Gallego komið með 10 stig. Það er að halda grannlega í rönnum sína hvað var það stigaskorun. Jafnar í 16-16. Pála og Jóna setja hratt á Gíu og María gerir vel í hávörðinni. KLi reynir aftur. Og Pála bolti Matthildur heldur hann lífi.
Valdís á Mireju. Hvar endar þetta? Fáum þetta skemmtilegt rally. Og Mireja þrumar þessu og smelt. Steinleikur. Já. Já, það er alveg magnað að fylgjast með henni þegar hún er að hitta á gírinn sinn. Þá er þetta svo fastir boltar en samt svo hnitmiðaðir út í horn. Já, erfitt að gera eitthvað í þessum boltum sem er út í horn. Það er bara góð svo. Já. Og hörkubolti hérna en það er mögulega mók hana. það er fastur bolti frá Maríu að hann skrúfast niður á hárninu hérna og jafnar í 17-17. Stefnir í frábær lokakafla hérna í þriðju hrinnu. Gestirnir verða að vinna. Ansi Káa komið áfram í undanúrslit Kjörís-bikarsins. Pála aftur línunni. Gerir þetta ágætlega. Kemur svo Ester fyrir gestina og skorar. Já. Það var enginn hana. Nei, heldur betur. Og Ester hafði yfirsýnina í að sjá það og kunnáttunni í að setja boltann þangað. Það tekur Matteo Leikli. Gestirnir 18-17 yfir. En hvað er ekki rétt með það er á laugardaginn sem þið spila mútið Afturhendingu í Mosfellsbænum? Jú, það er á laugardaginn. Förum á föstudaginn. Já, það er alvöru að metnaður í þessu. Já, því er ekkert að vera að spila svona bikarleiki styrðir. Nei, eins og ég segi náttúrulega, þetta er helgin sem að enginn vill missa af. Nei. Ég hef aldrei verið ánægður að sleppa missa þessu helgi, nema bara fyrra þegar það er aflýstinu. Já. Það var allt í leik. Káarliðin sluppu alltaf bæði með skrekkinn þegar voru bæði dottinum leik þegar bikarinn var flautaður af og héldu því titlinum, en titlunnum. Já, það er ein leið til að verja hann. Það er að fá heimsfaraldur, það er viss leið. Það kemur Jóna upp á Hrafnhildi, hún bombar þessu, en Matthildur tekur góða vörðana. Ester, vá! Ekki að segja þetta. Það verður planað hjá henni. Jú. Hún er komið 7 stig. Skrúfar hann hérna á netinu. Og staðan 19-17 fyrir Austfirðinga. Aldís á Jónu, Jóna á Hrafnhildi. Hrafnhildur, þetta er utalegt. Og hvar endar þetta? Skiptir Hrafnhildi og Jóna reyna að lauma og gerir það frábærlega og hvað? Þetta virtist nú fara í antuninu hana. Já. En það fór framhjá línudómarunum allavega þá, eða var þannig. Já. Ég var ekki viss, hann svona virtist var í antununa en Lexi virtist vera með þetta á hreinu. Já. En leikurinn hélt bara áfram og endaði með flottu laumustuði hjá Jónu. já, Ansi lúmsk. það er erfitt við að eiga þegar hún er þeim, sko. Já. Og kemur Heiðbrá í uppgjöfina fyrir Káaliðið. 19-18 fyrir Þrótt og reyna að lauma en Pála bregst vel við. Kemur svo Mireja aftur í rauninni, setur henni netið. Hvað sér, nú eru Þróttar komið 20 steg á Káaliðið að bíða með að komast til 20. Hann kveikja í sér aftur það. Það er komið tíma að skora, það er bara þannig. Það var að fara að vera ansi seint og það að bíða mikið lengur en þetta. Kemur Jóna, setur hann að Pálu. Pála flottur bolti en
Góð vörn að Vanda hérna og svo kemur hérna vantaði einhverja talanda og María Jiménez Gallego kom með 12 stig. 18-21. Eru þær að vera að knýja þann fjórðu hrinnu? Já, það er búin að spila vel. Það er bara að eiga inni fyrir þessu, það er bara þannig. Já, eru 4 stigum frá því að taka þessa þriðju hrinnu en kemur Gía góð vörn hérna og Gía á Jónu, Jóna setur hann núna á Pálu, Pála neglir þessu en frábær Hávörð til Ester, til kraftinu úr þessu, kemur þessu boltan sjálf aftur en Hávörð er góð. Þessi bolti enn í leik, mikið stig núna undir og hún skorar Ester á Hávörðuna út. Og Ester kom með 8 stig, kemur sér 4 stiga mun núna. Þróttur Neskaupstað. Og Mattea tekur leikið hér. Já, þær eru 4 stigum yfir. Við erum með Pálmann í höndunum hérna. Það er að segja í þriðrinu. Káa alltaf vissulega 2-0 yfir í heildina. Já, stelpurinn bara að koma sér í erfiða stöðu núna. Já. En stelpur hafa svo sem oft komið með magnaðar endurkomur. Já, Það var alltaf sérstaklega magnað þegar það er unnu afturretningu í Mósebænum. Í janúar voru 2-0 undir og hvað voru 20? Leikurinn var búinn. Já, voru hvað 24 undir í þriðrinu. En skoruðu 60 í rauð og unnu svo leikið 3-2. Það var snirtilegt sko. Það var alltaf ótrúlega endurkoma. Mótið líka jafn góðu lið og afturretning hefur á að skipa sko. Já, nákvæmlega. Þannig að við skulum ekkert afskrifa þær hérna í þriðrinu þó að vissulega lítið ekkert alltaf vel út. Valdís á Jónu, Jóna upp á Pálu, Pála, langur bolti skorar, já. Hún hafði engan áhuga að sjá þennan varinn. Nei. Hún hefði allavega litið undan ef hefði varinn. Það er þryggistæmiður Lofís að koma aftur í framlínuna. Já, flotti bolti frá henni og þær eru í vandræðum með þetta koma svo yfir. Sér langur bolti frá Gíu og eða ekki að setja að vera feik hjá Jónu. Jú. Það var feikilega vel gert. Jóna skoraði þetta stig, hún var svo ógveikjandi að það frosniði bara hinum meginn. Og já, það er lítið að milli í þessu. Fáum hann 2 góða stig núna og Þrótturinn líst ekkert á blikunum núna, það vilja stoppa þetta. Já. Ég væri mjög til að vita hvað Gonzalo er að segja þarna. Talar hann mikið með höndunum. Skemmtileg karakter. Hann er alltaf líflegur á hliðinni. Já. Það kemur Gía. Það væri mjög sterkt að ná þessu stíl líka. Strax í 1. En boltinn aðeins langur frá henni. 23-20. Aftur í bílstjórasætinu. Þróttur Nes. Bolti er eins og var úti á móti hérna frá Emblu. Jóna komin í uppgjöf og framlínan mjög sterk. Já, heldur betur. Nú er lag á að láta vaða á þetta. Að lauma en mér reyja sér við þessu. Jóna setur svo boltan á Pálu og Hávarnin, hann á að halda lífi í þessu. Boltin svo af netinu þarna hjá Sunnu og Jóna var ekkert smeyk, þetta var hörku uppgjöf. Já, heldur betur. Sko, þráttur að vera
hún er 18 árinu í maður rétt. Já. Það er komin rosalega reynslu í meistaraflokki þessi stelpa og hún er komin í A-landsliðið líka. Og kemur með á sinn hérna. Já, hvað segi ekki neitt? Myndi ekki skemma neitt. Þetta ekki tími til að dingsa. Þarna kom ás númer 13. Takk fyrir. Það kemur Jóna fít bolti, skoppar netinu en María tekur við þessu. Svo kemur bolti Jónu. Já, missir hann eins og er yfir og kemur aftur inn í smas en fín háart hjá Pálu. Og byrja að lauma en Mireia alveg með þetta. Og Pála svo hinum megin, blokkuð en Lovisa heldur sér gangandi. Aftur kemur Pála, byrja að lauma en vel staðsett þarna. Hún Embla, þar enda þessi bolti. Jóna upp á Mireia, þessi bolti var alltaf utalega. Og Þróttur 24-23 yfir. Klárt á næsta stíði. Það er svolítið pressa á Ester hérna. Hún getur klárað þessa þriðju hrinnu. En ef hún klikkar þá er upphækkun. Þessi bolti ólangur hjá henni. Já. Það hef ég séð viðbrögð hjá Valdísi. Það var hún sem var lítið að fara og svo kom ansi greinilega andköf hérna hjá henni. Það var greinilega mjög létt. Það hefur rétt ákvörðun. Ég varst aldrei. Við erum komin í upphækkun í þriðju hrinnu að sjálfsögðu. Kemur María fyrir geði og setur út. Já. En þú þakka fyrir þig. Já. Þetta er fljótt að snúast við. Nú er það KA-liðið sem er með þetta í hendi sér. Og Pála del Olmo. En fín móttöku af Ester, skoðum boltinn út á kantinn hjá Maríu, blokkuð, áfram með leik hérna. Jóna tilbaka á Mireia, bombar þessu og þessi góð vörn. Og það er háa að jafna aftur, þetta er ekki búið. Þetta er bara glæsilegt spil, frábæra varnir að báða búa. Já, ég reiknaði með að Mireia var að klára þetta, náði flottu smassi en frábær vörn þarna hjá henni Emblu Rós. Ég sá sigurinn í hillingum þegar boltinn fór á hana. Já, sammála því. Það kemur skipting í gestunum, kemur Randi yfir Anna inn, ekki komið inn til þessa, þetta er þokkaleg tíma sem þetta koma inn, allt undir og allt í gangi. Hvergi smeg. Já. Og boltinn á... Já, þetta er rosalega erfið bolti sem að Mireia þurfti að vinna með þarna. Og aftur snýst þetta við. Tekur Gonzalo leiklið fyrir gestina. Já. Það er ekki oft sem maður sér. Nei, þetta er sérstætt. Kannski er hann bara að segja henni hvað staðan er. Já. Eikur pressun á hana við að taka leiklið og hún fær meiri tíma til að hugsa. Segir henni svo bara að vera rólega. Já, yfirleitt er það einmitt bara hinn þjálfarinn sem tekur leiklið. Eitthvað að reyna að trufla taktinn. Einmitt. En nú þarf móttakan að vera í lagi hjá okkar liði. Æja, kemur Hrafnhildur inn. Þessi, nú má ekkert klikka, annars förum við í fjórðu hrinnu. Bolti, og Randiður með ás og hún tryggir þeim sigur í þriðju hrinnu. Og það eru ánægð með þetta. Já, skiljanlega.
Já, fjórði ásinn hjá gestunum og þær knýja fram. Fjórður hinu, þetta er ekki búið. Og það þýðir bara eitt, það er meiri blakveisla á KA TV hérna framöndan. Heldur betur. Og nú eru Þróttarar með ás í erminni. Fjarkinn kemur inn á ásar. Já. Það er einhver pressa. Kannski bara taktík, sína Matteo það, ekki detta í hugataka leikli þegar hann slá hann út á laginu. Nei, það virkar ekki neitt. Það virkar bara ekki neitt. En sjáum við 25-27 sigur Þróttarnes í þessari þriðju hrinu. 12 smastið hjá þeim gegn 8. 2 ásar sikkvallið, það duttu ásarnar aðeins niður hjá okkur. Eins ótrúlega að segja það að 2 ásar í hrinu hafi verið lítið. En 2 laumur að káa gegn 1, 2 blóstið að káa gegn engu og bæði leið með 12 mistökum sem gefa stig. En Þróttararnir voru hérna í góðri stöðundu lokin. Káliði náði eins og það er að snúa sér vel, en það var ekki nóg og Þróttararnir vinna 25-27. Já, það voru að spila vel undir lokin, en það er bara gerðið sem aðeins og verður fyrir. Já, heldur betur. Sjáum hérna stigaskorið að káa 15 stig hjá Mireju og Roscoe, 9 hjá Pálu, 1 hjá Negíu, Jóna Margrét með 7, Hrafnhildur 4 og svo Sigdís Lind og Heiðbrá Pála með 1 stig. Og hjá gestunum þar er María Eugenia með 13, María Jiménez með 12, Esther Rún með 8, Sunna Júlía 3, Vanda með 2 og Randíður Anna með ásinn sem kláraði þessa þriðjurinu. Já, mann sjá hann á blaði hana. Já. Sjáum svo hérna hvernig það spilaði þess að það var bara stál í stál allan tíma. Liðin skiptist á að leiða þetta og þetta var bara frábær hreina. Já, það var bara mjög flott. Svo bara KA-stúlkur hleyptu þeim bara fram úr sig, bara á leikistund í leiknum, gerði sem aðeins og erfið fyrir. Já. Maður veit vera fyrstur í 20, það er hannig. Já, það skiptir að sjálfsögðu miklu máli. En eins og ég segi, hrós á gestina. Þær eru búin að gefa Káliðinu ágætisleik. Það var alltaf svo sem reyndar önnur hrina endað með 10 stiga mun fyrir Káa. Já. Og Þróttar eru löngu búin að gleyma henni. Já, en það er vonandi að vinna að keyra þetta aftur upp. Já, stúlkurnar halda áfram spilinu sem voru með í gangi í lok hrinuna, þá efast ég ekkert hvernig það fer. Já, sjáum hérna að hún Sigdís Lind er mætt aftur á völlinn. Hún var hvíld alla þriðju hrinu. Já. Jæja, þá Jóna mætti ekki upp. Já. Engin pressa. Fín móttaka og Mireja setur hann ansi átt. Sáu þið hávörnina hjá Sigdísi. Lokaði klárlega á stig þarna. Svo kemur Mireja bombar þessu fín hávörn. Valdís upp og svo kemur Pála þar kannski aftarlega en kemur hann samt vel yfir. Og Jóna Hallmundur sækir þetta. Svo kemur allt utalega þarna sem Valdís tekur og svo kemur á tvíslag. Þarna kom tvíslag. Já. Já, það fyrsta á KA-liði í leiknum. Jóna er ekkert voðalega gjörn á að taka tvíslagið. Nei, alls ekki. Það leggur það ekki á aðeins einn, sko. Nei, sem er mjög jákvætt. Það er vissulega gott að sleppa því. Flottur bolti hjá henni á... Új! Mireja. Það sé langt út og erfið vera. Já. Þróttur skoraði sér til 3 stig inn í hrinuna á hann og kláraði hana vel. Komum fyrstu 2 hérna.
Það eru 5 í röð. Pála og Jónu tilbaka, Pála neglir þessu, fín hávörn, en Mireia velvakandi, aftur Pála, setur hann svo út og Þróttur Nes komið í 3-0. Þetta er kannski ekki alveg byrjun sem við ætlum okkur. Jóna á Mireiu, Mireia neglir þessu þarna. Beint í 6. Hún lætur blokkinn ekkert vera fyrir sér, sko. Nei. Það er bara svo, eins og ég segi, bara svo geggja þegar við náum þessu spili og virkjum hann svona. Það er bara enginn að fara að stoppa þetta. Styrna út á Maríu, setur hann óvöldalega og tekur hann að góða eftirhermu á Pálu. Já. Já, Valdís fagnar þessu vel, lítið boltan að fara, sem var réttu dómur, það er rétt ákvörðun. Aftur setur hann að Maríu, hávörnin, reynir að stoppa þetta hún Mireia, náði eins og ekki. Og María Eugenia kom með 14 stig, heldur Þrótti í forystunni. Æja, Jóna á Hrafnhildi og þetta var vel gert hjá henni. Stundum er allt í lagi að setja í blokkina. Já, heldur betur. Líka eins og þú smellir þegar svona að botinn skoppar beint niður í gólf. Já, það að gera. Það kemur Hrafnhildur, hún er blokkuð og María Jiménez kom með 13 stig. Og þetta er blokkstig númer 6 hjá gestunum. Hún ætlaði ekki að láta fara eins með þessi aftur hana. Nei, hann var heldur betur að segja það. Pála á kemur Hrafnhildur aftur og þetta er nákvæmlega sem það er að gera. Það er blokkur að svara bara fyrir sig með hörku stigi. Ásta kom með 6 stig. Við erum að dreifa stigaskorinu bara ansi vel. Já, það eru margir að skora, það er gaman að sjá það. Kemur Mireia sem sýnar mögnuðu uppgjafir. En boltinn þarna röngum við netið. Gekk ekki þetta skiptið, það er búin að vera mjög góður í leiknum. Já. Það er alltaf áhættan við að taka svona uppgjafir að alltaf ein og ein klikka. Já. Kemur hún bara hinum megin. Réttu slag. Fín hávörnuna hjá henni Ester, en það var ekki nóg. Boltinn svo í netið og Káa. Það var minnkað til 1 stig, 5-6. Og að það náum yfir, vel gert af þeim, en nú er eins og séns að Hávörnin tekur kraftinn úr þessu á Ester hinum megin, Valdís upp á Jónu, Jóna setur hann á Pálu, Pála vel gert en Heiða heldur svo lífi og svo kemur Ester hinum megin og skorar. Ester Rún Jónsdóttir kom með 9 stig, svo er búin að eiga flottan leik. Já, hún er mjög góð í dag. Einhvern veginn náði uppspilun hann að krafsa í boltan, ég sá hann bara í gólfinu. Já, sammála því.
stelpuna voru að þjarma svoleiðis að þeim hann en frábær vörn eins og þeir eru búin að ná oft á tíum í kvöld. Hörðu. Okkur misskilningur hana. Skildum þetta Pála kallaði eitthvað á spænsku og Valdís bara ekki nógu... Reist hausinn bara. Já. Alltaf boltinn á milli þeirra að tekja og Ás hjá Grótti. En já, við minnum alltaf á að það auðvitað sjálfsögðu mikil dagskrá framöndan á KA TV. KA Selfoss í handboltanum hérna í KA-milinu á föstudaginn. Á laugardaginn sýnum við svo KA Þór í handboltanum. KA Þór móti Haukum og minnum svo alltaf á að karlalið KA mæti þá afturheldingu beint á streymisíðu BLV. Þannig að endilega komið ykkur vel fyrir framann sjónvarpið og horfið á íþróttir. Já, það sá leikur fyrir sunnan. Það verður tekinn upp á forlátan Samsung síma örugglega. Já. Og bjartsýnn að sé Samsung. Jú, ég. Já, þessi bolti enn í leik. Og hratt á Gíu og þetta vel gert hérna hjá henni Sunnu. Og svo kemur 10. stigið hjá Ester þarna. Hávarðin virtist þar með þetta en boltinn einhvern veginn dó bara í Hávarðinni. Já, það er bara að gripa hann eiginlega. Já, og það er við spannað í blaki. 5-9 4 stiga munur eru Þróttarar að fara að gera okkur lífið leitt hérna. Pála flottur bolti en enn og aftur góð vörn. Jóna setur hún yfir á Pálu. Það er að verjast vel, trekk í trekk. Heldur betur. Jóna aftur á Pálu og vel gert. En Mireia gerir þetta vel. Það sem boltan í afturlínu, bombar þessu út. 5 stiga munur Þrótti Nes í vil. Heldur taka smá fund þarna. Minna hver ára á það að boltin þarf að fara í gólfið. Já. Það voru nokkrar flottar sóknir þarna en varnirnar voru bara þeim betri. Já, bara mikið hrós á Þróttarana að KA-liðið það með hörku sóknarlið en varnarleikurinn til fyrirmyndar hjá Austfirðingum. Það er það. Mireia setur hann í netið og þetta er fyrstlag. Þetta er rétt síns mér. Já. 6 stiga munur, 5 stig í röð hjá Þrótti Nes. Og já, það er ekki Matti að kannski að taka smá leiklið að liða með aðeins að anda. Hefur bara á Jónu og Jóna erfið bolti á Pálu þegar hún kemur hann yfir. Ester þarna Hávarðin og þessi var inni. Og þetta var að ég held Gíja, já, kom með 10 stig. Það er ekki seinna að vænna, það vilja að fara að snúa þessu við sem allra fyrst. Já, ekki að bíða hann til að koma 20 stig. Þó að sé gaman að fylgjast með endurkomum. Já, kemur þessi bolti frá Gíu út. Og aftur 6 stiga munur gestur mjög vel. Og þá fáum við Valdísi aftur inn í líbérastöðuna. Já, aðeins dottirinn í stemningin í KA-milinu, enda þessi gesturinn bara betri akkurat núna. Algjörlega. Kemur Sigdís, já. Góðan slag. Þetta gerði hún mjög vel, fekk góðan bolta og Sigdís gerði þetta mjög vel. 2 stig hjá henni. Jóna mætti aftur í uppgjöfuna, bara komin 7 stig á töfluna. Það er ekki verið að skora stig í röð. Já. Og þá
Á klikkar upp hjá henni, það er sjálfséð. Já. Eftir að maður fór að tala hvort það eru hugsanlega eitthvað met hvað ásafjölda, þá er eitthvað algjört stopp á ásastig á KA-liðinu. Og 13-7 fyrir gestina, ungur bolti út. Já, mistek núna báðum megin. Skemmtilega þessar sóknar og varnar líbero-skiptingar hjá gestunum. Fikk ekki vera lengi inn á þarna hún Matthildur. Og vá, hann hugsaði sig og dæmir endanum mók. Þetta er svona gráu svæði. Alltaf súrt að fá bænt á sig löngu eftir að gerist. Já. En minnki til niður 4 stig. Nú þurfum að, eins og segir, halda að tengjast sama stig. Þessi bolti langur frá Maríu og 3 í rauða KA núna, Tryggistafvinur. Það er svona aðeins að leta brúnin á okkar liði. Já, en það lítur þetta miklu betur út núna. Við skorum stig í rauð. Flottu boltinn, Pála gerir þetta mjög vel og þetta lentur ákveður annari Sýttis og Mireia. Sýttis er upp risinn og kemur svo frábær hávörðuna hjá Maríu Eugenia. Mátulega snemma til að fá hann í andlið. Já. Það er brosaði þessu, það er Sýttis og Mireia eftir hennan árastur og þannig að það er gott. Enginn slasaður. Jóna yfir á Heiðbrá með fína bolta en það verðist þessu vel eins og áður og svo kemur þessi lauma frá Maríu Eugenia, kom með 16 stig. Góð lauma þarna. Heiðbrá tilbúin undir, það var bara ekki nóg. Já. Þriðja lauman hjá gestunum, 3 laumum. Aldís vandræði með Pála næra krafsi í boltan þarna. Kemur góður bolt á miðjuna og María Jiménez haldin engin bönd, komið 15 stig. María hérna halda áfram að raða inn stigum. Já. Það eru með 15 og 16 stig. Og nú erum við bara komin í erfiða stöðu. Þarna kom það. Mireia Orozco, 17 stig. Nú er stundi til að skora stig, sko. Það er ekki eftir neina að bíða. Það heldur betur og kemur skipting, kemur Amelia aftur inn. Tekur uppgjafarnar, Sýttis var aðeins að pústa. Aðeins að fara að pústa aðeins fyrr heldur en venjulega. Það höfum alltaf pústað eftir uppgjafarnar. Yfirleitt beðið með þessa skiptinga til lokrinnunar en nú það bara að vinna stíginn. Já, þetta er flottur bolti frá Amelíu. Og þessi bolti á netinu. Mér fannst að fara á netinu en hvað það? Kemur Mireia að lauma en Heiða er mætt undir. Svo kemur afturlínunsmass af hávörðinni og Pála hafi ekki tekið eftir því, leta því fara. Og Ester Rún komið með 11 stig. Já, hann munnaði engu að Amelia hefði sótt ás en í staðinn hann náði þær ennu aftur að verjast þessu. Það bara gengur ekkert að skora núna eftir uppgjafir. Heldur betur og svo kemur vinstum uppgjöf hérna frá Sunnu Júlíu.
5 stiga munur. Nú þurfum við helst að ná að svara sem allra fyrst, ekki koma okkur í einhverja galna stöðu undir lokinn. Hrafnhildur Ásta komin aftur inn. Mér að setja hennar væntanlega bara öruggan yfir. Reynir að fá eitthvað stig upp í töfluna. Já, það er óskandi. Heiða góð móttaka hjá henni, svo kemur eftir henni Reyju. Uppspilið hérna á Gíu, hettast ekki og Valdís eftir henni að Bjargaði sem sett henni í nettið. Já, hún gerði sér erfitt fyrir með að vera sein fram. Var svona að elta boltan, náðu ekki að bjarga þessu. Já, og Þróttur 18-12 yfir, eru þeir að fara að knýja fram 8 hrinu. Ég var að viðurkenna eftir að KA vann þennan örugga sigur í annar hrinu, þá fannst mér þetta vera líklegt að það myndi falla okkar megin. En gestirnir hafa ekki gefið neitt eftir hérna. Og ás hjá Maríu Eugenia. Það er sammála, eftir þess aðra hreinu þá eru Þróttarar bara búin að gera mjög vel í að bara gleyma henni, hætta að hugsa þetta. Já, það er svona villenda oft verða þannig þegar þú tapar illa þannig að það spilna þig betur tilbaka. Það er einhvern veginn, það er góð spyrna á botninu sko, það er þannig. Heldur betur. Og KA 7 stigum undir, spurning hvað Matteo hefur fram að færa núna. Leiklið lokið. Sjáum hérna síðu stigin. Já, María Eugenia með ás í síðustu stigi. Fæstu bolti frá henni er út þessu sinni. Hann hefði betur sett Fjarkan inn á eftir leikliði. Já. Já. Og talum hann að Randíði Önnu sem hann kláraði í þriðrinu. Hann á hana í bókátinu. Hrafnhildur Ásta kemur Ester þessi bolti af netinu og þá er ennþá inn í þessu 2 stig í röð núna. Þetta er í gang, þá er þetta ekkert búið. Nei, alls ekki. Ég segi þetta er fljótt að gerast í blækinu hvað þannig að þú ferð eitthvað að slaka á. Hrafnhildur á Jónu, nei Gíu fyrirgefðu og enn og aftur eru þeir að verjast frábærlega þarna og Ester Rún kom með 12 stig núna, gerir 20 stig gestanna í 4. hrinu. Við bara getum ekki keypt okkur stig, það er að segja, þóttanlega að segja. Þessi vörn hjá Þrótti er ótrúleg. Hún er búin að vera mjög góð í dag, það er bara henni. Valdís og Jóna upp á með Reyjur aftur inni, setur henni í netið. Að fellur lítið með okkur núna, 7 stiga munur. Bendir allt til þess að við séum fyrir 8 hrinu. Jóna upp á Pálu, Pála flottur bolti en hann ná að verða þessu þægileg bolti yfir. Þú nýtt okkur það. Jóna upp á Pálu, Pála skorar, já.
Já, skemmtileg skipting hérna, Amelia inn og svo beint út. Það var tvísýnt hvort hún fær í blokkina. Já. Æja, kemur lauma og Gían að berga þessu. Þetta gerði hún vel, en boltinn yfir og smarsla aftur línu og út. Vel geta mér að láta hann fara. 5 stiga munur. Þetta ekki búið. En sem leið og hættir að sækja, þá það orðið ansi hættulegur leikur. Kemur Ester af hárninni og út. Það gerir hún vel. Já. Það var rosalega klókt. Þarna var blokkið búin að loka vel. Já. Það var bara blokkin út. Já. Það er lítið þetta gerir því. Heldur betur. Þá kemur einmitt markantölu Randi Ranna inn. Hann tekur enga sensa. Nei, það bænt í kanonuna. Það ekki bara að klára þetta bara 25-16. Tekur þess að við þessu, kemur Pála og flottur bolti, en enn á lífi. Hafnildur Jóna setur hann á Mireia bombar þessu og skorar. Já, við erum ennþá inn í þessu. 5 stiga munur. Jæja, Jóna Margrét. Já, það kom ásinn. Var hann segja senast? Ekki var hann sá fallegasti en líklega sá skemmtilegasti. Og Jóna komin með einhver 8 stig hérna. Káa komin með 15 ása í leiknum. Hörku, hávörn og boltinn á Sunnu þarna og erum í vandræðum og náum ekki yfir. Boltinn alveg í netinu þarna og Mireia náði ekki þetta yfir. Þetta var út í stið þótt að voru erfiður í stöðu. Já, við þurftum nauðsynlega á þessu stigi að halda. Minnka þetta í 3 í staðinn. Það sé voru 5 stiga munur aftur núna. Já, Pála, Jóna, hvað verður hún? Velur Mireia neglir þessu út. Þróttur 24-18 yfir. Við þurfum 6 stig í röð til að fá upphækkun. Við höfum alveg spilað svoleiðis leika áður en Þróttararnir eru bara hins vegar spila frábæla núna. Já, það er ekki að gera neina mistök. Já, veljum Pálu, hún setur hann út og Þróttur Nes vinnur 25-18. Þetta er alveg bikarleikur, við erum að sjálfsögðu að fara í Oddahrinu. Virkilega flott hreinir af Þrótturum. Já, en á sama tíma hefði... Lyftu Káa aldrei í leikinn. Já, algjörlega. En á sama tíma hefði smá ágjur af okkar liði. Það er svona virka svona smá andlausar enda Þróttararnir verða bara með bara vörn öllu því sem við erum að reyna. Já, það fara að hafa áhrif á þær. Allir þessi vörðu boltar. Það eru farin að reyna erfiðari hluti og það er bara að detta mistökin inn. Einmitt. Já. Já, og þetta enda er bara ansið sannfærandi hjá gestunum 18-25. En sjáum þetta bæði lið með 7 smastig í þessari hrinu. Og þetta endar að Káa gerir 13 mistök sem gefa gestunum stig móti 8. Það er svona helsti munurinn. Annars 2 blokkstig á Þrótti gegn 1. Og Káa aldrei yfir í 4. hrinu. Þróttur komst í 3-0 ef maður rétt. Já. Og litu aldrei öxl
leiða mest með 7 stigum sem lokamönnurinn. Og við erum að fara í 8 hrinu, hvort liðið að fara í úrslitahelgina. Já, hérna. Sjáum við stigaskorið á Káa. Mireia með 18, Pála 11, Gíja 10, Jóna Margrét 8, Hrafnhildur Ásta 6, Seytlistinn 2 og Heiðbrá með 1 stig hjá gestunum. Það María Eugenia með 17 stig, nafnarinnar María Jiménez með 15, Ester Rún 13, Sunna Júlía 3, Vanda 2 og Randiður með Ásinn fræga úr þriðurinni. Og kíkjum svo endanum á hvernig þetta spilaðist. Sjáum hérna Þróttur Nes byrjaði strax betur og vinna á endanum eiginlega bara ansi sannfærandi sigur í þessari 4. hrinu. Já, Káa fékk bara aldrei stig í röð eftir uppgjöf nema bara miðbygg hrinuna þegar Pála tók 3 stig í röð uppgjöf. Já. Annars var þetta rosa mikið bara fengu uppgjöf og töpuðu strax stiginu. Einmitt. Og nú bara spurningin, eru stelpurnar klárar í að snúa sig aftur sér í vil? Þetta nú kannski eðlilega mómentið aðeins með gestur núna, búin að vinna 2 hreinir í röð. Já. Og eins og segi, búin að spila stórkostlega varnarleik. Sjáum hérna stigastu leikmenn. Þau eru nýbúin að fara yfir stigaskorið. En alltaf vera klárt fyrir 8 hreinuna. Og fáum þetta allt í gang. Já. Það eru gestirnir sem hefja þetta. Og Embla Rós Ingvarsdóttir sú sem að fær ábyrgðina á að hefja þetta. Á Jónu, Jóna yfir að Pálu, Pála neglir þessu, já, þetta var flott og Káa-lið fagnar þessu vel. Já, fagnar sigurinn. Já. Því ekkert annað. Já, oddarinn svo stutt og það svo mikilvægt að lenda ekki undir í byrjun. Já, maður vill ekkert vera að pæla í þessu með liðið, það bara að byrja strax. Nei, þannig að það ekkert 20 stiga regla þar. Það ekkert að spila upp í 20. Ef maður komin í 50 hrinu, þá klúraði með 20 stiga reglunum. Þarna var blokkin. Já, blokkin hjá Pálu, Pála. Komið 13 stig. Stelpurnar að svara hérna til að byrja með. Þeir eru að halda áfram. Ó já, kemur ás frá Jónu. Jóna Margrét 9 stig í leiknum og ég held að séu 8 ásar. Bara hjá henni. 2 laumur og 7 ásar. Já. Það svo boltan frá pappa sinum. Og Heiða nær að stýra sér bolti í loftið. Sunna svo á Hrafnhildi, Jóna upp á Pálu. Pála neglir þessu en aftur móttakan góð. Og þarna vantaði talanda og viðskilningur hana. Já, Sunna Júlía kom með 4 stig, kom með ansi áhugaverð fagn. En það virkaði allavega. 3-1. Minnum alltaf þeir sem eru kannski endilega vöðin við að horfa á blækið að oddarinn upp í 15, ekki 25 eins og hinnar. Kemur Mireia, þetta er flottur bolti, 4-1, 19 stig á Mireia og Roscoe. Já, liðin skipta sem vatarhefning þegar annar liði komið upp í 8 stig. Og mjög mikilvægt og andlega sterkt að vera liðið sem yfir í þeirri stöðu. Já, maður veit vera fyrstur í 8 sko. Og það er stegið hana. Já, María Eugenia kom með 18 stig. Þær eru búin að eiga rosalega flottan leik, Maríurnar. Þá fer Vanda Jónasardóttir í uppgjöfina fyrir Þrótt Nes. Þessi
bolti beint á Valdísi og kemur Pálur aftur inn, setur hann í netið. Einstigs munur. Þetta áfram stál í stál hérna. Ja, Jóna upp á Pálu, fórst hann örgun yfir. Það enda þessi bolti afturlínismanns frá Ester. Frábær háfut að sitja í sig. Já. Gerði sér breiða þarna og lokaði þessu. Og Pála fín vörn á henni, svo kemur boltinn á Hrafnhildur. Hávarninn sér við þessu. Gía setur hann yfir svo í kjölfarið og skorar. Já, María Jiménez minnkar í 5-4. Já, hvernig endar þetta hjá okkur? Kæmi þetta lítið ótt að þessi oddarinn að fara í upphækkun líka? Já, það verðist ekki vera neitt afsláttur á spennunni hér. Nei. Jóna á Mireju og frábær háfur. Vá, María Eugenia kom með 19 stig. Jafnar í 5-5. Pála, Jóna setur hann á Hrafnhildur. Jæja, fútboltur á henni. Snúa sér í vel núna og frábær háfur hinnum megin. Svara fyrir sig hana. Þetta var vel gert. Já. Gía komið með 11 stig. Þetta var ansi mikilvægt. 11. blokkstig KA-liðsins. Mikilvægt að halda forystunni. Boltinn á Maríu hérna og Valdís vel staðsett hérna og kemur Hrafnhildur. Það er að stoppa hérna Jónu sem var að flegi ferð. Kemur svo Pála afturlínunni og þessi bolti er enn í gangi, fór ekki blottið. Haldið svo lífi. Og svo Hrafnhildur. Vá, vel gert hjá Heiðu og Pála á Jónu, Jóna á Gíu, Gía laumar en María fljóta átta sig, raunar að lauma en Mireja mætti undir og svo kemur Pála, neglir þessu af netinu en hann er enn í leik þessi bolti og svo kemur bolti frá Sunnu í net og KA leiðir 2. Þarna hefur mátt bara setja hann bakkar yfir, ekki upp á neitt að vera að slá þennan. Já, eða bara fast fylgislega út í hotn eða eitthvað. Nákvæmlega eitthvað sniðugt. Já, þetta er ég segi, það þarf svo lítið út að bræða þegar þú tekur smassið þarna af gólfinu. Já, og til lítils að vinna, það er þægilegir boltar að verja. Kemur Mireja og fær ásinn, það var einhver misskilning þarna, Ester tók við. En Mireja fær ásinn, KA leiði því 8-5, 3 stig í röð þegar liðin skipti matarhelming. Ánægðar að vera fyrstar í 8. Já, og líka gott að því að Þróttararnir voru komið með gott áhlaup að fá núna 3 stig í röð og ná aftur að skilja sig aðeins frá þeim. Já, æsi spenna hérna, Oddahrina KA 8-5 yfir. Hvort liðið fær að fara í úrslita helgina í Kjörís-bikarnum. Já. Tekur Gonzalo leikli.
Já, mér sýnst að segja að smassa hægra meginn á vellinum þar sem að Káa er að verjast. Það eru heilmikla lýsingar í gangi. Já, og verjast með bakkar. Ég er bara að tala út frá handareyfingum. Ekki út á spænsku skilningi. Það er ekki orða sem hann segir. En það er gaman að þessu. Það er eina viti njóta þess bara að horfa hérna á frábært lag. Það kemur Mireia hvergi í bangin eftir þessa pásu og skorar Ásinn. Pála fagnar eins og þessi orðin heimsmeistari. Þetta þarf ekki að vera fast greinilega. Nei, það var snúið bolti og 18. ás Káa-liðsins staðreynd í leiknum. Það var kannski ástæðan hverju vildu fara í oddarinnuna. Séns á fleiri ásum. Hlýtur líka svo á. Jæja, nú taka eins og vel við og reyna að lauma en Gía tekur við og svo kemur boltinn á Mireia sem er afturlínuna og má ekki smassa þetta. Hörku bolti þarna en Fín blokkunum mætt þarna. heldur betur og hvar endar þetta Maríu sem að og svo er nafn hennar María Jiménez sem að setja hann í gólfið. Þetta var rétt við dómur held ég. Boltinn var að leiðin yfir, það má hún gera sem vill. Já. En það mátti reyna. Já. Ef ekki þarna maður fær ekkert ef maður byrja ekki það. Sko. Einmitt, ef ekki þarna þá hvenær. Þróttur minnkar í 3, er ennþá inn í þessu. Og Pála beint á Jónu sem setur hann tilbaka á Mireiu. Setur hann í netið og 2 stiga munur. Þetta er svo fljótt að gerast. Já, hérna hér. Þessi leikur er búinn að vera algjörlega frábær skemmtun. Pála og Valdís upp á Hrafnhildi sem setur hann örgan yfir. Smá vandræði þarna. Og Jóna upp á Gíu. Já. Það nýttum við okkur það. Það var einhver misskilningur í vörninni hjá gestunum. Engin blokk sjáanleg. Já. Það var ekki spurning að leikslokum. Já. Gía með 12 stig, takk fyrir. Kemur Heiðbrá inn fyrir Hrafnhildi. Já, Heiðbrá Björgvinsdóttir með 1 stig í kvöld. Það getur bætt við hérna. Umfram allt við ekki sjá hann að klikka þessu. Þessi var ábúinlega leiðin út. En María Eugenia tekur og Heiðbrá tekur því ás. Hún tók boltanum leið og var kallað að hann var leiðin út. Káa-liðið fær hérna ansi ódýrt stig. Það ekki bara fyrir það. Já, það er ekki annað í stöðunni. Þannig að Heiðbrá aftur hérna hýtt bolti hjá henni og svo kemur flottur bolti sem að Pála nær verjast. Fær svo boltan sjálf. Heiða verðast þessu, svo kemur Ester og frábær hávörð Gía. Guðnadóttir lokar þessu. Ekki. Hversu oft er Káa orðið heimsmeistari í þessu leik? Við fagnaðarlætin. Fagnar vel og innilega hana. 13 stig hjá Gíu, 12-7 fyrir Káa. Stelpurnar eru 3 stigum frá því að klára hennar leik á endanum. En þessi þið engin afskrifa Þróttnes. Nei, það er að sýnta að það geta vel stoppað stelpunar. Já.
3 stig í röð hjá Káa eftir að tókst að minnka til 9-7. Já. Það þurfa að halda fókus. Rétt eins og myndavélinn í Káa TV. Einhver miskilíkur hérna en hann sækir bara samt ásinn. Má þetta bara? Já, Heiðbrá, hann dauð brá hérna eða var við það að fá ásinn, enda var þetta Plata allir upp í skónum hana. 13-7, 20. ásinn komin í Káa-liðinu. Heiðbrá heldur áfram að þjarma aðeins og þetta skorar Pála. Já, sá bolti var að leiðinu yfir og hún sendur að rakleis í gólfið. 14-7. 5 stig í röð þegar Káa ætti að stafa 9-7 og Káa er 1 stigi frá því að klára þetta. Á kom klikk hérna hjá Heiðbrá. Við fyrirgefum henni það. Já, heldur Petur, hún var búin að vinna fyrir þessu ef þetta segja það. Hún kannski óveis, hún ætti að hætta í miðju hlaupið hérna og fara svo aftur á stað. Allt reynd. En Þróttur er því ennþá á lífi en er heldur betur í erfiðri stöðu. Þurfa að skora 60 í röð í viðbót. Það er að brata hann að segja. Já. Báða þeirra sterkust í sóknum en í afturinu líka. Já, það getur reynst fyrir þingra. Við missum þess að móttökuna yfir og kemur Ester, setur hann að háðuna út og minnkar við 5 stig. Þetta er ekki búið. Ester náttúrulega er í framlínunni, búinn að skora núna 14 stig. Það spila virkilega vel í dag. Já, þeir gefur þeim Maríunum ekkert eftir. María Jiménez. Þessi bolti á Heiðbrá. Jóna velur Pála. Frábær vörn þarna. Heldur þessu lífi. Svo kemur Ester með boltan sem að Valdís tekur. Svo kemur Pála. Bombar sig á hávörninni sem tekur kraftin úr þessu. Og svo kemur afturlínuspans frá Maríu og boltinn beint aftur til Þróttar. Frábær hávörn. Nú þurfum við að klára þetta. Sunna setur hann vantilega léttan yfir. Það er ekki sömu mistökin. Og hrattu spila á Gíu og Gíja er að klára þetta! Káa vinnur 15-9 í Oddahreinunni og er á leiðinni í undanúrslit í Kjurinsbikarnum. Þetta var karakter að svara eftir að hafa mist 2-0 fórustina niður í Oddahreinunni. Já, það sýndi sína bestu liðar henni í Oddahreinunni. Já, heldur betur. En á saman tíma aftur mikið hrós á Þrótt Neskaupstað. Það gá okkur nákvæmlega ekkert eftir. Það spiluðu virkilega vel. Geta verið stoltar af framgöngu sinni í kvöld. Káa-liðið hins vegar bara reyndist örlítið sterkara þegar mest á reyndi og er því komið áfram í undanúrslitin. Fær að vera með í úrslitahelginni sjálfri og kíkjum hérna á tölfræðina. Nú er press á okkur strákana að leika þetta eftir. Heldur betur, en ekki bara að hafa stelpurnar þarna. 15-9 sigur Káa í Oddahreinunni. Sjáum að Káa skora bara 2 smastig á þessu 15 í Oddahreinunni. Gestirnir hins vegar 5 en við svörum þess að í 5-0 í Ásum. Það fundum Ásana aftur. Endum með 20 Ása í heldinu. Það er rosalegt. Þetta er ótrúlega tölfræði. Og svo 5 blokkstig líka hjá Káa gegn 1. En já, og líka svona jákvætt í þessari Oddahreinunni að liðin voru að gera fá mistök, 2-2 í mistökum. Þetta var bara gott spil á báða. Káa-stelpur voru bara að spila virkilega vel. Heldur betur. Og já, rosalega sætur sigur. Það var orðinn smá hræddur hérna þegar það treyði sér Oddahreinuna. Já, það voru ekki brattar stúlkunar eftir 4. hreinu. Nei. Það verður að segjast. Maður sá það heldur betur.
En hérna sjáum við leikinn heild sinni 3-2 fyrir KA, 25-22, 25-15, síðan komu gestinni með 25-27 sigur og svo 18-25, en KA vinnur Oddaverjana 15-9. Gestinni skora 40 stig eftir smörsk, 32, tóku fram úr hvað var það smörstig þegar leið á leikinn. KA eins og er rústar þessi Ásum 26, bæðileg með 3 laumur, KA með 13 blokkstig eftir 8 og ansi jafn mistökin 41 stig sem að KA-liðið fær eftir mistök á gestinum gett 40. En það kannski segir líka kannski bara hvað var mikið undir í þessum leik. Hvað er mörg stig eftir mistök? Já, þetta var líka bara mistök oft bara af því að það var góð blokk og verið að reyna erfiða hluti í sókninni. Þetta var bara virkilega flott spil í dag. Já, æðisleg blakveisla hérna í KA-liðinu og nóg blakveisla framöndan, eins og segið, vonandi náðu þið strákarnir að endtaka leikinn og komast ykkur í úrslita helgina. Það væri ansi gott. Já, það er alltaf veisla að komast á bikarhelgina. Já, og einmitt gaman að segja fyrir því að ég mun aðstoða BLI við að sína frá undanúrslitunum. Þannig að já, ég treysti engum betur. Já, ég væri að sjálfsögðu til í að sína allavega 2 leiki með KA. Það var allavega 1. En hérna sjáum við stigaskorin. Maríurnar voru reyndust okkur erfiðar ásandinni Ester, en á endanum féll þetta okkur í vil. En já, Benedikt, ég heldur bara að þakka kærlega fyrir aðstæðan í dag. Það var virkilega gott að hafa þig. Ég segja aðeins geta kafað onni hvað er að gerast. Já, bara frábært að vera með þér og bara frábær leikur. Já, heldur betur og eins og segi, bara gangu vel á laugardaginn. Það er ósvinn. Við fylgjumst með þessu. Heyrðu, annars takk fyrir árið. Bless, bless.